ketinggalan belakang. Þau flugu yfir Svíþjóð, frá Jordberga til Skapersi og tilbaka yfir Börringaklaustur og Hakkberga. Á þessum eina degi sá drengurinn meira af Skáni en hafði séð allt sitt líf. Snúðu við, Matti, þú hefur sannað að þú getur flogið, láttu þetta næja. Vertu svo vænn að snúa við. Ef þú stið þér ekki þá flegið niður. Reynda að klifra upp á baki á honum, Nilli. Ég get það ekki, það er mér ofviða. Reynda að lyfta fótunum, sjáðu. Sjáðu. Hvaða tíglótta breiða er þetta þarna? Þetta hljóta að vera akreinar og enginn á Skáni. Akka frá Kebnekaise, sá hvíti heldustu lestinni, hvað er það að gera? Fljúðu til hans og segðu honum að þessi auðveldur að fljúa hratt en hægt. Hvíti steggur, ég átt að skila til þín frá Ökku frá Kebnekaise, það sé auðveldur að fljúa hratt en hægt. Skilaði kærri kveði til Ökku frá Kebnekaise, ég þakka nú bara fyrir yfirleitt að geta haldið mér á lofti. Auðvitað get ég reynt. Komdu með okkur til fjallana háu, komdu með okkur. Jæja, þið nú aftur komnar. Hvað heitir bærinn? Segðu okkur hvað hann heitir. Hann heitir Big Lazy. Hversu er þetta þá hér kyrrt? Komdu fyrir eitthvað með okkur. Ég trúin ekkert á enda. Við kennum þér að fljúa og synda. Ég flýg hærra en lagvirkjun og syndi betur en laxinn og það geta hænurnar mína staðfest. Burt með ykkur, farið inn og verpið eggjum. Ég stend engum að baki. Hann hrapar. Hann hefði bara verið okkur til trafala. Akka frá Kebnekaise, sá hvítir að hrapa. Getur ekki leyft mér að fljúa í friði. Sá sem getur ekki fylgst með hópnum verður að snúa við. Segðu nú það. Segðu nú líka það sé auðveldur að fljúa hátt en lágt. Hvað er að gera, Matti, við hröpum? Þú ætti ekki að segja mér það, mér er sjálfur það ljóst. Blakaðu vængjuna, Matti, blakaðu þeim hraðar. Ég er uppgefinn. Allt er fastmáli. Snúið við, Matti, ég er að missa takið. Hraðar. Hægan, Matti. Reyndu að lenda á vatninu, Matti, á vatninu. Niður, fætur, vængi. Ligg okkur af kýr. Matti.
Hann rankar kannski við sér ef við draugum hann niður af vatninu. Ha? Hann er níðþungur. Íttu með mér, ég er ekki einfær um þetta. Og á hann sko. Stingdu típnum á þig, ég býð upp á betra. Tennurnar. Ekki vissi að þú gætir þetta, Molly. Mæla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Óna. Þú var svo lengi. Þetta get ég nú betur en þú. Matti. Þetta á ég þér að þakka. Og mér, sjáðu, ég hjálpaði til með tönnunum, sjáðu. Gert Lappland, draumur búinn. Það er allt þér að kenna, Nilli. Þið eru svo þungir. Hefði ekki þurft að hafa ykkur á bakinu, hefði ekki þurft að magalenda svona. En það er ekki mín sök. Já, ef það hefði ekki skapræna búálfinum, hefði hann ekki slegið þig töfrum. Þá var hann ekki svona lítill og ég hefði þurft að taka þig með. Þú ert ósanngjarn. Þér finnst kannski miður að hafa Nilla með, en þú ætti nú að fagna því að hafa mig með, ha? Ég vil hvorugan hafa. Villigæsirnar ætluðu sér aldrei að taka mig með sér. Þær voru bara að gantast með mig. Þá ættir að vera með villigæsunum reiður en ekki okkur. Hefurðu nokkra hugmyndum hver Akka frá Kefnikæsi er? Hún nýtur svo mikilla virðingar að í hennar hóp komast aðeins bestu villigæsirnar. Og hvað það? Hvað það? Burt með ykkur! Já, hvert á ég að fara? Honum er alvara. Vertu svo væn. Hvers vegna hvílum við okkur svona snemma? Við erum ekki vana að lenda svona snemma. Því fyrr sem við lendum því drýra verður kvöldið. Já, ég get ímyndið mér að þú sést ánæður, Lassi. Hefur nokkuð týnt tölunni? Nei, Akka. Leitið ykkur matar. Þetta er mér mikill heiður. Heldur að það sé hérna þín vegna, ha? Þið vitið kannski hvar þið eruð. Þetta er Ormavatn. Er það? Við gistum hér oft. Heyrðu, Matti, hefurðu nokkuð tíma reynt að veiða fisk? Nei. Langar ekki til að reyna það. Við höfum ekki borðað í allan dag. Fisk? Hvað annað ættum við að borða hér? Það sem á mig er lagt. Annars finnst mér fiskur ekki góður. Ég þakka hjálpina. Hann er hrár. Ég hef aldrei borðað hráan fisk. Kannski er ég ekki lengur maður. Ef við höldum niður í okkur andanum og lokum augunum bragðast það kannski vel. Nú sit ég hér, verð að leggja mér hráan fisk til munns og er dvergur smár. Ég hef steytt sjálfum mér í mikla ógæfu. Akka frá Kefnikæsi sendi mig til að sækja ykkur og hún vil vita okkur deili. Vill hún tala við mig? Það er mér mikill heiður. Segðu henni ég komi. Það skal ég gera.
Já, hvað finnst ykkur? Stígið á bak, við látum ökku ekki bíða. Þú mátt segja hvað sem þið dettur í hug nema að þú sért maður. Allt í lagi. Og ertu háttvís. Þessar villigæsir eru þóttafullar. Það er fyrirlíta alígæsir. Já, ég tók eftir því. Þá erum við komnir. Ég er Akka frá Kebnekaise. Hvað heitir þú? Ég heiti Marteinn. Þetta eru Nilli og Móli. Ekki virðist ættin neitt til að státa af. Hvaða erindi átti þetta leið til okkar villigæsa? Jafnvel alígæsum alls ekki alls vandað, sko. Við höfum séð hvernig þú flýgur. Kannski er eitthvað annað til listalagt. Ertu þólinn á sundi? Það er lengst það sem ég hef syndið þvert við merkilgryfjuna. Og þessi smáasni félagiðinn, hvernig getur hann koma okkur að gagni? Hann er fyrirverandi gæsahirðir, hann hefur því reynslu. Já, af alígæsum, hann er dvergur. Ég er maður og því vil ég ekki breyta. Maður. Ég var með skustið þangað til í morgun bóndasonur. Mér fannst hann strax grunsamlegur. Við þolum ekki menn í okkur hópi. Hann ætti að hypja sitt hafa laust. Er þið hrædd við svona mannkríli? Rekið hann á brott á hann alltur seinan. Þar fórstu laglega á þínu. Stillið ykkur! Við þolum ekki menn í okkar hópum, ég þykir það leitt. Aðeins eina nótt. Hvernig á Nilli að verjast refum og öðrum óþjóðalífan en einn á ferð? Þú kannt að velja örugga næturstaði en ekki hann. Heldur það kjám okkur ekki vel að hafa þennan myndalega stegg með í för? Nei, bara enn einn nóma inn í viðbót. Okkur dýrunum hefur læst og óttast fyrst og fremst mannin, hvort sem hann er lítill eða stór. En ef steggurinn ábyrgist að hann gerir ekkert illt af sér má hann gista hér í nótt. Á morgun verður hann að fara. Já. Góða nótt. Það kom mér á óvart þó þú skildi vel að hjálpa mér, Matti. Ég held að okkur væri ekki vel til vina. Þetta kemur ekkert vináttu við. Ég á bágt með að ferðast einn, það er allt og sumt. Ég þarf á þér að halda og þess vegna bið ég þig að koma með og vera mér innan handar. Ég gráðbænni þig ekki hjálp. Ef þú vilt ekki koma með þá flýg ég einn. Já. Skilurðu það? Þetta er vonlaust. Hann hugsar bara Lappland. Kennen die Flügel, träumt von Bären und vom Mond, träumt von weitem grüne Lappland, wo das stolze Rentier wohnt. Reyndu nú að þegja mig, kemur ekki blundur á brá. Átti ég að syngja eitthvað annað? Þú átt alls ekki að syngja neitt, ég fór frið, hættu þessum ömurlegu skrækjum. Ertu í vondu skapi? Það kemur ekki skapinu við heldur eyrunum. Er þér illt í eyrunum? Já, það er þín sög. Einmitt það, já. Fyrirgefðu, ég ætla ekki að særa þig. Hætti þessu að þvæðri heimsku gæsir. Fyrirgefðu, Lassi. Í kvöld breiði víst enginn yfir mig. Ég skal hjálpa þér þó það ég hef ekki skilið. En þá er þú að hjálpa mér. Ekkert tekur dúnseng fram. Það er betra ef mamma breiðir hann yfir mann. Þetta sefur kvöldmáltíðin mín. Það er feitu hefði sem aðréttar mögru sem forrétt. Ekki þá bestu. Ekki þá bestu, það er næst bestu, já. Ó.
Þá er að breyta áætlun. Ég heyrði einhvern æpa, skelfingu lostinn. Já. Ég sá stuttvættan hund hlaupa í burtu með gæsimununum. Bull. Ég held að sé nú samt þótt ég sæði það ekki svona glöggt. Farðu að sofa, annars verður akka reið. Þú, ég fær þér að bjarga henni. Gættu þinni, Li. Ég tek því illa ef einhver læðist burt í leyfisleysi. Alveg vissi ég það. Akka frá keppnikæsi vill og komum strax tilbaka, Nili. Komdu tilbaka. Hann hljópa eftir hundi sem rændi gæs. Hundur? Það lítur að vera refur. Refur? Slepptu gæsinni tafalaust óþokkiðinn. Heyrðu það? Hjálpi mér! Nú já! Verður svo vært að sleppa mér, refur, slepptu mér, gerðu það. Nú kem ég. Kæra þakki, Nili. Afstyrmiði, heimski hundur. Hvað sagðurðu? Flýttu til hina, af stað, flýttur í skjól. Fljót, farið í skjól. Já, Nili. Okkur vætir hann að sleppa. Já. Jæja, ég kræki mig það bara í aðra. Nú býttu, afstyrmið þitt. Já, komdu hérna. Ég er hérna. Ekki þarna, hérna. Nei, ég er ekki heldur þarna, ég er hérna. Hérna, sjáðu. Sjáðu, ég er hérna. Býttu bara. Nú góma ég þig. Já, nú góma ég þig, afstyrmið að þarna. Hvers konar afstyrmið? Hvers konar hundur ertu? Skammast þín ekki fyrir hennar gæs? Nú fyrir ég að klaga þig. Hann kallar mig hund. Strákin. Var þetta snarfari? Hættulegustu refurinn í skóginum. Já, ræningin hræðileg sem allir óttast. Nú fáum við aldrei að fara með henn til Lapplands. Lappland.
Hugsaðu fyrir einhvern Nilla. Nilli, hann er þá lífi, Nilli. Nilli. Segðu okkur frá þessu, var þetta ekki hróðalega erfitt, ekki fyrir mig. Það er sagt að snarfæri sé hættulegastur allar reif í skóginum. Er hann hvað? Refur? Og stór hættulegur. Ég sem hélt að hann væri hundur. Þú bjargaði lífi eins af félögum okkar. Ég þakkaði fyrir hönd okkur allara. Þakkaði fyrir, Nilli. Við höfum að vísu lært að gæta okkur á mönnunum, en við vitum líka hvenær gera skal undantekningu. Ég mæli með því að við höfum drenginn hjá okkur stund. Hvað segið það? Ja, þú hefur málsinga. Ég vildi gjarnan hafa þá báða. Sömuleiðis. Og hvað hefur einhver að bæta þetta þess eitthvað? Það er alltaf gaman að fá nýja áheyrendur. En þú Lassi, ég sé að þér leikur eitthvað hérna. Ég er því fylgjandi ef það veldur ekki deilum fæðu. Þá er það samþykkt að við höfum drenginn og stekkinn hjá okkur tíma. Við sjáum ekki hvort hann einhver tökur í þeim. Já, akka. Er refur jafn hættulegur og sagt er, akka? Við höfum átt í stöðugum vandræðum með hann. Hann býr hérna austan við vatnið. Við þökkum með auðsýndan heiður. Viðureignu lauk með sigri okkar. Já, ég get ekki, ég verð að komast heim til foreldra minna. Þú get ekki látið sjá þig svona. Hvað getur þú sagt? Þetta er ég, pappa, mamma, Nilli, bara miklu minni ég var. Já, Nilli, hingur að þrekka við. Kannski gerist kraftaverk. Akkur kjósið að sofa í kuldanum, leiði ykkur ekki vel hjá mér? Jú, Matti, jú. Hér er ykkur hlýtt, sagði Matti og vafði vængunum fast utanum Nilla og Móla. Það lá við að dúninn fyllti öll við svo þeir gátt ekki svarað. En þeim var funheitt og þeir voru úrvinda. Innan skams voru þeir steinsofnaðir. Þegar sólin kom upp næsta morgun var hún rauð en ekki gul. Drengnum fannst hún reið á svip og velti því fyrir sér hvers vegna hún væri svona reið. Kannski af því að nóttin hafði kælt jörðina svo mjög á meðan sólin var í burtu. En drengurinn fikk ekki langan tíma til að hugsa, því brátt gerðist atburður sem margir töldu uppspuna af því það var alls ekki hægt að skýra hann. En frá honum segir nánar í næsta þætti.